Við förum og náum í tepásref onni í þessa bumbu. Yes sir. Ég kann hvað ég töna við Lena. Oi! Did she die? Herri, við erum bara í feitu chillina heima að Birtu. Sko mesta chillinu. Horfa á sjónvarpið. Og Birta. Já. Ef við ekki bara ná okkur í tepásrefin eða? Jú, við hugsaum bara að það er fyrst, þetta fáránlegt að við sem að chilla hérna og ekki með tepásref. Það er bara að einu sem vantar akkur núna sko er einn ískaldur tepásrefur. Og girnilegur. Buxur í buxunum mínum. Já, Sunna er í buxum. Ég Ah. er ekki í buxum, ég er bara bumbu. Og já, góðjónu músi. Svo músi. Búmbi, búmbi. Sunneva. Jæja. Við erum mættar fyrir utan ísbúðhippu. Það er auðvitað bara eitt sem við erum að fara að fá okkur. Ó, þessi með hann. Hann er með hann. Við tepásrefin. Skál. Þetta er hann góður. Voila. Komum heim með tepásrefin. Ég er svo gráðuga. Ég bara... Tjóka á sníkaskurninu. Ég er svo vant sem tjóka því. Hlæði með þig. Þetta er eitthvað annað. Við erum auðvitað að byrja að borða af því að við gátum ekki beðið. Við veitum hvernig það er þegar maður er að keyra heim úr ísbúðinni. Maður er alltaf að fá sér smá nesti. Við erum sjúklega spenntar fyrir tepásrefnum okkar og við erum mjög spenntar að sjá ykkur öll fá ykkur hann. Pröfa hann, reyta hann, láta okkur vita hvað ykkur finnst. Setja í story, takja okkur og gefa okkur rating frá 1 til 10. Upp í 10. Við gáum þessum augljóslega 10 plus. 10 out of 10. 10 out of 10. Þannig að Og líka á svona kvöldi, eins og núna, við vorum bara að chilla. Og bara höfum ekkert að gera. hvað er betra til þess að lighten up our night? Andróks. Og ef að við myndum hlusta á podcastu okkar, sem ég gerist alveg stundum, þá myndi mér finnast tilvalið að fara í bíltúr með góðri vinkonu, eða maka, whatever, bara einhverjum. Það er bara einn, fá mér ís og ísbúðhuppu með tepásrefin og hlusta sem á tepáði. Já. Og keyrum. En spurning, hefur þú farið og fengið ís einn? Ég veit það ekki. Hefur þú? Já. Það er ekkert að því. Ég gert það alveg alltaf langt sko. Það? Bara fengið mér shake eða eitthvað. En sko, lykillinn er kaup sér tvo. Auðvitað. En sérst að ná í sér eitthvað. Ég er alltaf bara, ég segja bara mömmu bara, mamma, viltu ís? Já. Ef hún segir nei, ég bara kaupir samt náttúrulega. Það er mikilvægt hvort það er sko. Ég hef reyndar alveg farið í svona þannig ferðar sem ég fer að kaupi fyrir... Annan, já. Nei, ég hef farið og náði fyrir sjálfur mig. Eitt af fyrstu kraufunum mínum þegar ég var nýbúin að vera ólétt, þegar ég væri ólétt, var bara bragðrefir. Þannig ég var bara eitt kvöldi var ég bara hvernig nennu ísbúðhuppu. Hann er bara, nei. Ég kom, please, ég bara verða að fá bragðref núna. Hann bara, nei. Gunni? Já. Excuse him? Já, excuse him, sko. Það gleymist í Segir bara nei? Já, hann var eitthvað að fara að gera Það er ekki nei, er ekki í boðið sko. Nei, hún fór á æfingu eða svo helvitis áskunn. Og hérna, en ég fór bara einn og náði mér bragðref. Aldrei liðið betur. Það er eitthvað við það. Að vera einn og horfa á myndina sem þér langar að horfa á. Og með ísinn þinn og enginn að stela bita. Einmitt, svona stelpulegustu myndina eða, þú veist. Eða bara sem þú fílar. Já. Eitthvað sem einhver annar myndi ekki nenni að horfa með þér. Taka tækifæri og nýta. Þetta smjatt og ís. Smjattís. 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 Smjattís.
Bara, ég kemst ekki yfir að hvað hún það bara hátt upp. Ég veit það er fáránlegt, sko. Ég get það ekki, sko. Ég er bara, Ég get alveg verið það. kallmaður, sko. Ég verður bara hræðilega high-pitched, sko. Líka röddin mín er bara eitthvað skrítin, sko. Nei. Jú. Nei. Jú. Ég er ekki búin að hlusta Þú ert bara skrið. Já, kannski. Ég er búin að hlusta tilbaka á nokkra þætti og ég heyri hvað ég er ofta svona ég er svo ógeðslega ofta svona að raska mig. Ég held að röddin mín er að verða svona meira og meira, hvað segir maður, svona hás. Á, er það viskirödd? Ég veit það ekki. Ég næði sem enda að vara mjög hátt upp. Já. En ég held hún sé að verða meira og meira hás með óléttinu. Getur það verið? Getur maður fengið óléttu rödd? Getur það? Ég man Hildur sýndi mér eins og myndband. Bara síðasta myndband sem hún tók áður en Birnir fæddist, eitthvað svona hún og Aron leiðin upp á spítala og hún eitthvað, vá hvað ég heyri að ég er ólétt. Og þá er ég eitthvað, vá, það er til óléttu rödd. Ætla maður sé bara svona fullur eins og maður sé svona borgað henni. Já, er ekki bara þess líka bara að þú beitir lungunum öðruvísi, að það vera að þrýsta á lungun. Það verður örugglega meira svona out of breath. Já, já. En pældi hvað innyflin eru samt. Hvar eru þau? Nei sko, veistu hvað þeir eru? Hvar? Öll innyflin sem eiga að vera á bumbunniðinni eru bara eitthvað Í bakinu. Bara eitthvað lengst ykst þar uppi. Já. Pældi í því og þú varst bara eitthvað ekki að kvarta undan hvað er illt í lifranum. Lifranum? My liver. Pældi maður að vera klár. Já. En maður myndi alltaf vita hvaða líffæri það er sem maður bakar maður. Bara eitthvað einmitt. Nýrun. En sumar stelpur finna alveg fyrir með spörkum í rifbeinin sín. Það getur grilla að vita. Er það make alveg sens? Já, að vita bara hvernig þetta er rifbeinin. Það verður spörk í rifbeinin. Jú, finnir það alveg. En það? Ég hef ekki finn það. Ég mátt að sparki sjálf þig. Nei, ég hef ekki sparkað. Maður finnir alveg, þetta er bara bein. Já, trú. Þú finnir ekki magana eða það var maginn. Eða hvað? Nei, ég skil ekki neitt, sko. Við vorum að tala um áðan. Við vorum að tala um svona, þú veist, hvað myndi gerast ef Birta myndi bara missa vatnið. Já. Og við vorum bara, ég sagði bara, vá, ég veit verði eiginlega að komast að hvað ég á að gera því ég veit ekkert hvað ég á að gera. Ég veit ekki heldur. Og Birta sagði bara, ég ekki. Það er tilbúin. Hvora, það veit nei. En við vorum að djóka því að við ætlum að gera svona vídeo þegar í rauninni komin réttu tími og barnið má koma. Segjum við í gangi fram yfir, þá ætlum við að taka vídeo sem við ætlum að pröfa alls konar svona aðferðir til þess að koma þér af stað. Já, spicy mat, fara eitthvað út að labba, döðlur, eitthvað, það er alls konar svona, við erum að googla þetta. Já, kannski fyrir Er það? Nei. Ok. Það er ekki. Tippásrefurinn, geggjaður. Já, þannig við ætlum að pröfa það og við ætlum að segja hvað það myndi bara virka. Við værum bara að taka upp og ég myndi bara missa vatnið. Þá værum við báðir bara Það nú. Það væri styrkt. Þannig að við hefum alltaf smá tíma núna til þess að búa til plan. Já. Því að þetta gæti alveg gerst bara á næstu mánuðum, sko. Ég vona það. Eftir 5-6 mánuðum. Já, það er stutt í þetta, við höfum ekki mikið undirbúið. Ég vona þetta að fara að gerast á næstum 2 mánuðum. Hvað er því? En líka, ég var að hlusta á eitthvað þátt, eitthvað. Og ég segi svona, já, ef að barnið er komið og þú eitthvað, þú svo tala um janúar. Já, á næsta ári. Ég verði eina konan í mannkyninu sem gekk með barnið í 3 ár. Mér líður þannig. Þú veist ekkert hvernig þessi manneskja er að líta út, sko. Það er líka skrítið. Við vitum það smá. Nei. Þetta var þrítið svona. Smá líkt þér. Já. En það er allir bara eitthvað þú veist, appelsínugula klessur í þessum sónum. Það er enda lengi spjúrið með fact, sko. Svip. Finnst þetta ekki creepy? Jú. Já, það er alveg mörg sem finnst það creepy, sko. Við veitum samt eitthvað spooky, skilju. Nei. En þetta er bara smá svona weird að þetta sé bara eitthvað manneskja með nef og augu og tennur. Nei. Heldur að það er einhvern sem að gerst. Eitthvað fæðist með tennur. Já. Held ég að
Nei. Nei. Það er svo fullorðið tennuna. Ég bara ímynda mér að ég var búin að eiga barn og bara nokkuð tennur. Pældi hvað skeri. Allar konur, alltaf sem ég þekkir frá brjóstbörn, á Jóa og allir. Fyrst sem þú hugsaði bara, þegar maður var komin hausinn út, Er hann með hár? það? Já. Vá. Bara var það bara hár. Var það vera? Mér langaði að það væri hár. Hvað tenni var með hár? Ekki mikið. Nú var það með hár. Það er það? Já. Nú var ekki skottlót. Nei, mín er með hár. Nei það? Hún sagði það. Hún sagði í krítisónum, já ég sé það er komin hár. Ég bara, ok. Ég er að lóna mín. Og kannski kemur út með svona eins og, hefur ekki þessi börn sem fæðst með þessu sem hárkolli bara. Já, þannig sko. Er það? Ég var mikið hár sko. Kannski kemur ég þannig. Og Gunni er mikið hár. Ég veit það ekki. Ég er svona að reyna að leggja í senn alltaf frá mér til þess að muna að tala á milli. Já, ég er sko búin að horfa bara á hann í ísinn minn. Já. Ég er ekki bara hérna þegar þú veginn. Og síðan að, hvað erum við búin að fá marga gesti núna? Hvað eru komið margir? Hvað var þetta margir? Ok, Ég held 8. Þetta var að giska 8. ok. Ég held að sé 8. Hver á að vera næsti gestur? Komandi undir. Við erum með einn svona draumagest. Já, við erum búin að senda á hann. Við erum búin að senda á hann. Hann er búin að svara. Hann er ekki búin að svara. The bitch left us unseen. Nei, það. Nei, hann er ekki búin að sýna. Hún er búin að sjá þetta. He better not. En það var ekki að gera. Já, við erum mjög spennt fyrir öllum gesti og ég vona svo einlega að það væri helvítið veistla, sko. Það er fáránlega skemmtilegt. Svo eru bara margir aðrir sem, þú veist, við erum sko með eitt af fyrsta sem við gerðum þegar við byrjum með podcastið var að skrifa niður lista bara af ángríns svona 30-40 manns. Já. Sem okkur langar að fá bara til þess að spjalla um topic tengd þeim. Já. Það er svo mikið. Það er svo mikið áhugaverðum Íslendingum. En ég væri til í líka að fá input frá ykkur. Hvernig myndi vilja fá Já. og hvaða topic? Nei. Já, það er þetta góður punktur. Af því við höfum spurt áður hvernig vil ég fá. Og þegar við spurðum þá held ég vorum við bara búin að gefa út 2 þætti, eða þú veist, 2 gestaþætti. Já. Þegar við spurðum, þannig að ábendingarnar sem við fengum voru geggjar, en ógeðslega margir af þeim voru komnir á lista hjá okkur. En það er einmitt gaman að fá, þú veist, hugmyndamannesku og hugmyndatopici. Ángríns. Nei, hvað svona, þið eru orðið mjög góðið þessu, þið tippaðskestinu. Þið vitið alveg, þið eru bara partur af þessu með okkur. Ná, þið vitið alveg hvað við viljum, sko. Þið erum ekki svona að segja ykkur hvers konar topic það er. Við líka You guys know. You guys know us. Við erum anskoti fljóta búin fyrir lýs. Við vorum líka að ræða, er það bara við sem finnst sódavatn gett gott með ís? En bara leið að ég labba inn í ísbúð, þá er ég bara ákveðlega verið sódað. Það er svo ekki gott að svala þessu niður. Það er svo gott svona bragð af sódavatninu þegar maður drekkur það með ísnum. Gæði skrítið. Við erum bara með rétt sódavatn, sko. Kambó. Það hlýtur ykkur að tengja. Ángríns. Let us know. Ok, við vorum aðeins að svona skoða yfir YouTube okkar og Aðeins. aðeins já, við þurftum í svona góða 2 tíma eða eitthvað. Er það? Allavega klukkutíma. Shit. Eða meira. Og við erum að taka því hvað ég er alltaf með hárgreiðslu. Já. Birta, ég er með svona 30 hárgreiðslu. Það tók hann 20 þætti til að breyta Það hárinu. tók mig 20 þætti. Og svo aftur 20 þætti til að... Já. Við erum talað það, ég er alltaf bara með hárið mitt niður og slétt, eða bara þú veist, það er ekki slétt, það er bara eins og það er. Og með Sunna er bara með krullur eða heftu eða uppi eða snúð eða ég veit ekki og ég er alltaf bara eitthvað. Alltaf, ég hef aldrei verið jafn dugleg að gera hárið mitt í svona greiðslur eins og núna upp á síðkastið, sko.
Þetta er bara note to self, ég ætla bara að taka mig á, sko. Já, okkur langar mér langar ógeðslega að bara taka þig og gera allar mína greiðslur í þig. Ég svo myndi ekki púla helmingi næg. Jú, ég held það bara. Nei. Jú. Nei. Ég var ekki eftir að sjá þig með þess. Ég myndi ekki púla helmingin, sko. Kannski 2. Kannski 2. En já, 100%. En mér langar einhver bara að fara að tellja hvað ég hef verið með margar. Og við erum ennþá að býja eftir eitthvað búið í mýmsíðu, tepað mýmsíðu. Já, það er ekki tilvægt tepað sem mýmsíða, það er frekar spes. Já. Af því að með við þegar screenshotið af mér sem fór hana daginn. Já. Og með við hvað þið náðu að senda mér mikið af memes, ég var í kasti yfir þessu. Jokes. Og já, það er ykkur qualified til þess að búa til mýmsíðu, sko. Er það grínast? Já, við viljum sjá það gerast. Já. Og Hildur er að fara í framleiðslu. Já, eins og ég var að segja Sunnu bara, við gætum aldrei búið eitthvað fram sem forseta. Nei, fyrst það er eitthvað búið að sára því. Já, ég er frekar leiðið því, sko. Ég var alltaf bara... Þú vilt hafa valmöguleikann að geta. Þú vilt alltaf geta haft valmöguleikann til þess að bjóða sér fram sem forseta. En ég veit ekki alveg hvernig við erum að fara því þegar við sitjum fyrir íslenskum þáttum og ég er eitthvað svona, þú veist, eins og hlutir sem maður er búin að vera að segja. Já. Þú veist, það er að tala þú veist, hvað forsetaframbjóðandi er að fara að vinna ef ég er bara svona, veitu, hvað heitir þarna orðið þegar maður hugsa gett mikið? Og svona við eitthvað hula, ég eitthvað já. Þú veist, svona... Nei, við erum ekkert að hjálpa líka núna, sko. En við sitjum upp í sófa og borða ís á myndbandi, ég hef ekki séð mitt forsetafur að gera það. Ekki enn, kannski í framtíðinni. Já. Svo ég er að koma fyrir hérna. Þetta er gott hljóð. Það er ekki bestu buxur fyrir kósí kvöld. Nei. Ég get ekki setið, sko. Ég er alltaf aware of myself. Hvað? Líður vel? Já, ok. Áttu mikið eftir íslum? Nei, eiginlega ekki, sko. Hann er eiginlega bara búinn, sko. Minn er búinn, sko. Gert. Sláttur burger og ís. Og brass. Eigum við að go back to, veitir hvað við vorum að horfa á? Fyrir utan að vera að horfa á okkur. En þá vorum við líka að horfa á æðiþættina. Já. Og eigum við ekki bara tune back into that? Ángríns, við elskum æði. Við elskum æði. Ef þið hefði ekki tjekkað æði, tjekkað æði. Ég held alltaf að tjekka æði, sko. Ég held að Já, það hlýtur að vera. Það er skrítið að vera ekki búið að tjekka æði, sko. En ef einhverjum fárlegum ástæðum við komum búið í helli og ekki tjekka æði. Tjekka æði? Tjekka æði. Herru, við ætlum að henda okkur eftir það. Jú, ég til það. Ok, until next time og bara munið að likea og subscribe á channel okkar. Það er mjög vel þegið. We love you guys. Bye! Mwah.